Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 31. júlí er 7. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er við borð Drottins. Lexían úr Sálmi 145 fullvissar okkur að Guð sé alltaf nálægur, miskunnsamur og réttlátur. Pistillinn úr öðru Korintharbréfi segir að Guð sjá okkur fyrir því sem við þurfum. En í Guðspjallinu er frásögnin þegar Jesús mettaði 4.000 manns með 7 brauðum og örfáum fiskum. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Markúsi. Þessar mundir bar enn svo við að mikill mannfjöldi var saman kominn og hafði ekkert til matar. Jesús kallaði þá til sín lærisveinana og segir við þá: Ég kenni í brjósti mannfjöldan, menn hafa nú verið hjá mér í 3 daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín örmagnast þeirra á leiðinni, en sumir þeirra eru langt að. Þá svöruðu lærisveinarnir: Hvar er hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðum? Og hann spurði þá: Hve mörg brauð hafið þið? Þeir sögðu 7. Þá bauð Jesús fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7, gerði þakkir og braut þau og gaf lærisveinum sínum að þeir bæru þau fram. En þeir báru þau fram fyrir fólkið. Þeir höfðu og fáeina smáfiska. Hann bað Guð að blessa þá og bauð að þeir skyldu einnig borðnir fram. Menn neyttu og urðu mettir. Síðan tóku lærisveinarnir saman leifarnar, 7 körfur. En þar voru 4.000 manns. Síðan lét hann fólkið fara. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þema dagsins er við borð Drottins. Og með því fyrsta sem kemur upp í hugan er hið heimsfræga málverk Leonardo da Vincis, Síðasta kvöldmáltíðin. Þar situr Jesús til borðs með lærisveinum sínum og á myndina sína viðbrögð þeirra þegar Jesús segir þeim að einn þeirra muni svíkja hann. Þeir sitja allir við aðra hlið borðsins, snúa allir fram og lærisveinarnir hafa ólík svipbrigði á myndinni. Málverkið var málað á klausturvegg í Mílanó. Stærðin var 4,6 sinnum 8,8 metrar og verkið var hlaðið tákmyndum. Jesús er í miðjunni, 12 lærisveinar, en talan 12 er táknræn tala, til dæmis fyrir ættbálka Ísraels, 12 mánuði ársins, eða hliðin á hinni nýju Jerúsalem. 6 lærisveinar sitja sitthvoru megin við Jesú og þeir hópa sér saman 3 og 3, sem er tala heilagrar þrenningar. Þá eru 3 gluggar í baksýn og 8 ferningar á hliðarveggjum sem sýna hólf eða op, en talan 8 er tákn óendanleika eða eilífðarinnar. Á borðinu sést ekki að þeir hafi borðað páskalambið, þar eru brauð og vín. Þeir snæddu kvöldmáltíð, en æviskeiðinu er oft líkt við sólarhringinn eða árstíðirnar. Við tölum oft ævikvöld aldraðra. Myndin er af síðustu samveru þeirra. Samkvæmt kirkjudagatalinu er síðasta kvöldmáltíðin á skírdag og menn minnast þessara máltíðar í altarisgöngunni með því að drekka messuvín og borða oblátu eða brauð og vín. Bæði eru tákmyndir fyrir Jesú sem sagði: Ég er brauð lífsins og ég er vínviðurinn og þér eru greinarnar. 2 af grunnþörfum mannsins eru matur og drykkur og textar dagsins fjalla fæðu. Allra augu vona á þig, segir sálmaskáldið.
Þú gefur þeim fæðu á réttum tíma, seður allt sem lifir með blessun. Drottinn er réttlátur, miskunnsamur og nálægur öllum sem ákalla hann. Sálmurinn er lofgjörð mikilvæg Guðs alla daga. Sköpunarverk hans er fullkomið, hann sér öllu lífi fyrir fæðu til styrks og endurnýjunar í hringrás lífsins og hann er alltaf nálægur þeim sem ákalla hann. Fæða er ekki bara föst fæða. Þegar Jesú var freistað í eyðimörkinni sagði hann: Eigi lifi maðurinn á einu saman brauði, heldur hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Orð Guðs er okkar andlega fæða, fæðan sem uppörvar og nærir sálina alla daga, huggar og styrkir á erfiðum tímum. En eins og textinn segir þurfum við að bera okkur eftir hinni andlegu fæðu eins og hinni föstu. Í Guðspjallinu segir það bar enn svo við. Það var sem sagt ekki í fyrsta sinn, heldur var það orðið daglegt brauð, að mikill mannfjöldi fylgdi Jesú eftir og ástæðan var að fólkið hungraði í orð Guðs. Sjáu hvað tungumálið er ríkt af táknmyndum. Fólkið hungraði í brauð lífsins. Það setti andlega fæðu í forgang og var því ekki með næga líkamlega næringu með sér. Og Jesús kenndi í brjósti fólkið. Hann vildi ekki senda það svangt heim til sín. Í Guðspjöllunum eru 2 sögur þar sem Jesús mettar mörg þúsund manns og í þessari sögu eru brauðin 7 og fáeinir smáfiskar. Allir urðu mettir og leifarnar fylltu 7 körfur, sem er táknmyndum að blessanir Guðs séu langt umfram þarfir okkar. Jesús sagði: Ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Við þurfum jafn mikið á andlegri fæðu að halda og líkamlegri. Hvorug þeirra dugir ein og sér. Því notaði Jesús brauð sem táknmynd fyrir andlega fæðu við fleiri tækifæri í ritningunni. Hann talar til dæmis brauð barnanna við kanversku konuna og það litla sem að hún vissi fagnaðarerindið kallaði hún brauðmola. Þema þessa sunnudags er við borð Drottins og vers vikunar hljóðar þannig: Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinnar heilugu og heimamenn Guðs. Sá sem er ekki framar gestur, hann er kominn heim. Hann er heimamaður og er samkvæmt versi dagsins heimamaður hjá Guði. Á meðan Jesús gekk á jörðinni var engin maður óverðugur að vera í návist hans og hann fagnaði hverjum þeim sem vildi fylgja honum. Fólkið þá var ekkert öðruvísi en fólk í dag, eins og Páll orðaði það: allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Við skulum draga aftur upp í hugan málverk Leonardos af kvöldmáltíðinni og spyrja okkur: getum við séð okkur sjálf sitja við borð Drottins, eða finnst okkur slík nánd við Jesú vera óhugsandi? Jesús fæddist inn í þennan heim í þeim eina tilgangi að boða ríki Guðs, frelsa okkur og gefa okkur eilíft líf fyrir trúna á hann. Og vers dagsins sagði að öllum mönnum stendur til boða að vera samþegnar hinnar heilugu og heimamenn Guðs. Svo já, við erum velkomin að borði Drottins. Og nokkrar af dæmisögum Jesú fjalla einmitt boð í veislu eða brúðkaup, þar sem okkur er boðið að vera og allsnægtir verða á borðum. En þar til kallið kemur lifum við í von og trúin og bænarsambandi við Guð gefur okkur styrkin sem hjálpar okkur að takast á við það sem lífið færir okkur.
Við erum hvött til að biðja. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, kníið á og fyrir ykkur mun upploki verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upploki verða. Og Páll skrifaði: Guð er þess megnugur að veita ykkur ríkulegar allar góðar gjafir, til þess að þið í öllu og ávallt hafið allt sem þið þarfnist og getið sjálf veitt ríkulega til allra góðra verka. Textinn í dag minnir okkur á að ef blessunin á að koma frá Guði, þurfum við að ákalla Guð, biðja hann. Láta hann vita að við viljum hjálp. Þið þekkið örugglega orðatiltækið: Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfir. En þegar ég var yngri man ég eftir að ég hugsaði: þurfa þeir sem hjálpa sér sjálfir á hjálp að halda? En jú, þeir þurfa hjálp. Blessunin virkar þannig að Guð greiðir göt okkar þegar við reynum að hjálpa okkur sjálf. Það gerist ekkert ef við byrjum ekki að vinna sjálf í málinu. Það er síðan annað mál hvort að við eignum okkur sjálfum heiðurinn af lausninni eða þökkum Guði og gefum honum dýrðina. Páll lýsti blessuninni þannig í ritningarlestrinum að Guð gæfi sáðmanninum sæði til að sá og margfalda ávöxtinn. Og það er myndmál sem hægt er að heimfæra á trúarfræið í hjartanu. Trúarvitundin vaknar vegna þess að litlu fræi er sáð. Og með aðhlynningu vex þetta fræ og styrkist og ber að lokum ávöxt. Og þar sem Guð auðgar okkur í öllu, ætlast hann til að við sýnum örlæti. Guð elskar glaðan gjafara, enda er hann sjálfur gjafmildur og gæskuríkur. Þema dagsins er við borð Drottins. Mynd Leonardos af síðustu kvöldmáltíðinni sýnir okkur að Jesús fór ekki manngreinarálit. Hann kallar alla til sín, menntun, stétt eða staða skiptir ekki máli. Við erum velkomin að borði Drottins eins og lærisveinar hans, sem voru óskup venjulegi menn. Þeir svöruðu kalli Jesú hann sagði: fylg þú mér, og fengu það mikilvæga hlutverk að breiða út boðskapinn ríki Guðs til allra jarðarbúa. Með trúna í hjartanu höfum við svarað kallinu og þannig öðlast réttinn til að kallast Guðs börn og eigum þess vegna sæti við borð Drottins sem heimamenn í ríki hans. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.